Jæja, velkomin á streymið á Reykjavíkurleikunum 2006 í Klifri. Við erum að fara að horfa á úrslitin í U17 kvenna og ég heiti Laufey Þorsteinsdóttir og með mér er Jenny Þóra Hallsdóttir. og við ætlum að segja ykkur aðeins frá Klifri. Það er við erum með klukkuna að telja niður þangað til við byrjum, þannig að það er tæpa 2 mínútur og núna sjáum við leiðirnar 4. Og ertu eitthvað búin að skoða leiðirnar? Já, ég er eitthvað búin að skoða leiðirnar. Þær líta mjög vel út en svolítið erfiðar sýnist mér. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig keppendunum gengur. En ef við ekki að útskýra aðeins hvernig þetta virkar? Jú, það er einmitt við erum með 4 leiðir og hver leið er mest í byrjun 4 teipum og 1 teip fyrir hvern útlim, þannig að 1 fyrir hvora hönd og 1 fyrir hvort fót. Þannig að keppendur þurfa að byrja þar í stöðu, snerta þessi 4 grip sem eru mest og þá með að byrja að klifra. Og svo hafa þau 4 mínútur til að reyna að klára leiðina og eins margar tilraunir og þau þurfa. Og í miðjunni þá er 1 grip merkt þarna miðja og til þess að ef þau ná henni í fyrstu tilraun þá fást 10 stig. Og svo eru dregið frá 0,1 stig fyrir hverja tilraun, þannig að ef það er í 3. tilraun þá er búið að draga 0,2 frá 10 stigum og svo framvegis og svo er toppurinn 25 stig og það er líka dregið frá þar eftir tilraunum. Já, það er bara svona virkar þetta og maður reynir sitt bara besta á þessum 4 mínútum að komast alla leiðin. Það gerist alveg ofta sem bara leiðin er ekki toppuð eða engin miðjanlega, þannig að það verður spennandi að sjá hvaða leið verður toppaðar og hvaða ekki. Já, við sáum áðan voru úrslitin í U17 karla og það voru að sumu leyti voru það sömu leiðir en það er leiðir sem eru búin að breyta leiðunum erfiðleikanum á milli flokka. Það er oft gert að það er sama leiðin notuð kannski fyrir 4 flokka og henni er alltaf breytt örlítið. Og þarna kemur fyrsti keppandi fram á dýnuna. Það er hún Sóley. Já, og fyrsta leiðin okkar er hérna sloppið og síðan förum við bara hægra megin út, þannig að hver leið fyrir sig. Já, þannig að þetta er allt í góðri röð og hún hefur núna 4 mínútur og byrjar á að skoða þess leiðina að hún fyrir á stað. Og hún er að klifra það sem við kallum slabb og það er yfirleitt mjög svona tæknilegt klifur og tekur minna á styrk og meira á tæknina, þannig að Já, við sjáum þessi grip á veggnum, þau eru ekkert sérstaklega stór heldur og þarna hún þarf að vanda vel fótavinnuna, það er mikið þyngd sem hún þarf að setja í fæturnar til að ná að halda sig á veggnum. Já. Þannig að meiri kannski styrkur á fætur heldur en hendurnar. Já, og við vorum að horfa á þetta áðan, þá sáum við að það er alveg nokkri möguleikar í boði þannig. Já, einmitt. Ég sá ekki strákana keppa áðan en mér sýnist að vera það er svo mörg grip á veggnum að það er hægt að svona nýta sér all á sérhverjum hátt, sýnist mér alveg. Akkurat. Og þótt það sé mikið að gripum þá þegar ekki að sé einfalt. Nei, einmitt. Það gerir það aðeins flóknara, sko. Við erum ekki alveg viss hvað maður á að nota. Nei, það er ekkert að ræða frábært heldur. Nei, einmitt. Hún er hérna að reyna að komast upp úr byrjunastöðunni, sjáum að hún er að reyna að nota sem flest grip til að koma sér upp en hún er ekki alveg viss hvað hún á að vera að nota. Nei, lítið svolítið út eins og langar stíga upp á, stíga upp á hægri fótinn. Einmitt. Hún bara, vinstri fóturinn er svolítið neðarlega þannig að það er svolítið erfitt og bara vinstri höndin sem er svona ofar sem maður getur notað til að dósa upp. Já, og til þess að stíga með það af vinstri fætunum og upp á hægri, þá er ekki hægt að gera það hægt. Nei, það er mjög erfitt alltaf. Það er mjög erfitt. Og þarf eiginlega að fara 1, 2 og. Einmitt. Þarf að spynna svolítið og maður getur segja að gripið sem er hann að maður að spynni er ekkert eitthvað rosalega gott. Nei, mér sýnist hún þyrfti að komast meira yfir fótinn og stíga þess herri upp þannig að líkaminn sé komin herra. Hún myndi bóla fótinn og svolítið fókus á að grípa í grip frekar heldur en að stíga. Einmitt, ég líka held að sé mjög sniðugt að nota þarna vinstri fótinn, vinstri byrjunarfótinn og stíga upp á hann og síðan á hægri
fótinn fyrir ofan byrjuna hægri fótinn. Já. Þá maður komin í þægilega stöð til að stíga þá aðeins hærra upp. Þá fóturinn ekki alveg eins svona langt á milli fætana. Já, heldur að sé að hún treysti ekki þessum fæti til vinstri? Líklegast, hann ekki mjög góður, sko, maður þarf svolítið að gera þetta eins og þú sagðir áðan, 1, 2 og gera þetta allt svona í röð. Koma, oj. Jæja, hún lítur klukkuna, hún á mínútu eftir. Já, en eins og mér heyrðist áðan að í strákahringnum, það var þessi leið líka mjög svona tricky og þannig það kannski ekki ólíklegt að við sáum fáar miðjur hér. Já, og eins og segjum það aðeins búið að breytinni frá karlaumferðinni, kannski ekki augljósar breytingar, en það búið að eiga við þetta. Já, og svo líka það hérna ráslistinn virkar þannig að Sóley, hún var með fæst stig inn í úrslitin, þannig að það svona má búast við því að við fáum sterkari keppendur inn á dýnuna eftir því sem á líður. Einmitt. Það virkar yfirleitt þannig að kannski... Ekki það að Sóley sé ekki góður keppandi, sko. Alls ekki, sko. Já, hana stikkar hún þetta. Koma svo, og hún alveg nálsug. Já, þarna. Og hún nær miðjunni, sko. Það var bara 2 sekúndur. Vel gert. Þetta var svona bráðabirgða eins og maður segir, en geggja flott hjá hann að ná miðjunni, svona í lokin. Já, og ég held að það sé rosalega gott fyrir líka bara hérna confidence-ið þegar keppandi, sko. Og auðvitað þótt að keppendur þurfa líka að kunna það að ganga ekki vel í fyrstu leið og halda samt bara áfram, sko. En þetta örugglega hjálpa mikið. Þetta hjálpa svolítið móralinni, sko. En það er líka bara mikilvægt fyrir lokastigin að ná góðum, ná miðjunum, sko, því að þær skipta alveg máli í lokin, sko. Akkurat, og eins og ég sagði áðan með stigakerfið að þá hver miðja 10 stig og toppur 25, þannig að hérna segjum svo að einhver keppandi ná upp 3 miðjum og svo annar keppandi sem nær 1 toppi, að þá svo sem náði 3 miðjum með fleiri stig. Og þetta kerfi hannað svona til þess að verðlauna keppendur sem eru svona meira alhliða góðir, frekar en einhverjum sem góður í einu og nær þá leiðinni sem henta á honum best. Akkurat, og þetta ekki fullkomið kerfi, en ég skil þetta mjög. Já, mér finnst þetta nýbreytt, held ég, breyttist á síðasta ári, minni mig, að svona þetta var sett í keppnir og mér sem keppanda finnst þetta betra, en það náttúrulega bara fyrir mjög mikið eftir, sko. Já, þannig að kannski þeir sem eru meira specialized í einhverjum ákveðnum stílum væru ósammálaðir. Einmitt, alveg 100% nefnilega. Og þannig að hún stígur upp, ekkert mál, koma. Þetta hún Hólmfríður Inga. Já, hún hérna úr Björkinni. Við vildum segja eini bjarkarkeppandinn í kvenna? Í kvenna, já. Akkurat. Restin eru frá Klifurhúsinu. Já, Klifurfélag Reykjavíkur sem að rekur Klifurhúsið. Einmitt. Já, þannig að Hólmfríður, hún æfir á þessum vegg. Já, hún æfir, þannig að hún kannski aðeins vanari leiðinum hér. Já. En ekkert endilega, en kann kannski aðeins inn á vegginn. Já, og kannski aðrir keppendur hafa einhvern tíma keppt á þessum vegg, en ekki jafn mikið, ekki nýlega. Nei, einmitt, það bara smá síðan. En hún líka greinilega að beita sér rosalega vel í þessa slappleið. Já, hún mjög svona, í svona slappið þá þarf maður að vera svolítið svona spenntur, maður að vera spenna líkamann vel til þess að renna ekki af og svoleiðis, þannig að sýnist hún bara að vera í góðan kjarna í svona. En hún búin að ná miðjunni hérna í fyrstu tilraun og þá fær hún hérna fullt hússtiga af 10. En svo búið að tínast eitthvað af toppnum. Af toppnum, þannig. Við sjáum hvernig það fyrir. Já. Ég sé að fótagripin svolítið erfið og lítill, en... Já, þetta svona eins og tölstum að ef þú trúir ekki á þig og treystir þeim ekki, þá ertu aldrei að fara að komast þetta áfram. Einmitt. Og það yfirleitt þá að maður ekki þá, eins og ég var að segja, nógu svona að spenna nógu mikið, af því að maður verður svona hræddur, þá missir maður svolítið spennuna í líkamannum. Já. En hún alveg búin að ná
taki á þessari byrjunarhreyfingu síns mér allavega. Hún verðist ekki mál fyrir hana. Og hún er ekki að fara hratt upp eins og Sóley var að reyna. Hún Nei, er að stíga hérna upp bara rólega. Einmitt, það gæti líka alveg verið að hún sé bara aðeins lengri. Já. Og þá nær upp. En kannski bara, já. Það er oft hérna, ég myndi segja, byrjunarkljórar sem að kvarta því að hávaxnir eigi auðveldara með klifur. Einmitt, já. Ertu sammála því? Ég er ósammála, sko. Já. Af því að ef maður horfir á alla heimsbestu klifurna er all frekar lítið fólk, sko. Akkurat. Og ég held að þetta, að það að vera hávaxin gagnist kannski frekar í auðveldum leiðum. Já, og síðan í erfiðum leiðum þá verða þær svona þrengri og akkurat, og fjölbreyttari. Einmitt, þá höndlar það var aðeins þægilega með minni en samt ekki, sko. Það er svona, maður þarf bara að kunna beita líkamanum sínum, sko. Já, akkurat. Maður getur ekki breytt honum, þannig að... Já, því er ekki að kvarta yfir því. Nei, einmitt. Þú verður bara að læra. Einmitt, ég er nefnilega yfirleitt svona ein af þeim hávaxnu þegar ég fer erlendis að keppa. Og þannig að ég kannski með þess öðruvísi leiðir til þess að klifra leiðirnar en maður verður bara að finna út úr því sjálfur, sko. Akkurat. Hætt að væla. Hætt að væla. Koma, Hoffi! Já. Koma. Já. Þannig að prófa hún aðeins öðruvísi. 10 sekúndur eftir, hún er ekki annarri tilraun. Hún var alveg hálfsbreytt frá þessu. Já. Ég held bara að næsta tilraun þá myndum bara ná þessu. Já, hún var komið, hún beitti sér aðeins öðruvísi þannig að maður sá að leiðinni úr miðjunni. Hún var komið með það sem við kallum öðruvísi beta, svona sem einhvern svona aðferð, já. Akkurat. Öðruvísi aðferð. Herri, núna erum við komin með Dagbjört Lilju Oddsdóttur í leið nr. 1 og Sóley komin í leið nr. 2. Þetta er svokölluð rúllandi umferð þar sem að keppendur hafa 4 mínútur til að reyna að klára leiðina vagnum og svo þessar 4 mínútur eru liðnar, þá tekum við 4 mínúturna hvíld og svo fara þau í næstu leið og svo rúllar þetta svona áfram. Þannig að það fjölgar alltaf keppendum hérna á vagnum okkar og svo byrjaðum að fækka aftur. Já, þannig það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer. Akkurat. Og þessi fjólubláa svolítið, mér finnst það mjög áhugaverð svona sett upp. Ég er ekki alveg búin að ná að lesa hana alveg í gegn. Nei. Ég er mjög spennt að sjá hvernig keppendurnir beita sér í henni. Akkurat, og við sjáum bara strax núna að meðan fyrsta leiðin það er hún svolítið hæg og vanda sig að þá þarf smá svona sprengikraft og smá hopp í leið nr. 2. Það eru allt öðruvísi karakterar. Já, einmitt. Þetta er það sem við tölum að vera alhliða klifrari, að geta farið frá hægu yfir í svona sprengi bara á 4 mínútum. Akkurat, en Dagbjört er komin í miðjuna. Já. Hún er að beita sér rosalega vel. Já, mjög vel. Hún er mjög flottur svona hægur klifrari. Já. Hún er alveg... Ég fylgdist með henni á Norðurlandamótinu núna í fyrra og þar var hún eiginlega að breyka betað. Það er sérst leiðarsmiðir setja alltaf upp leiðarsmið eitthvað ákveðið í huga og þeir töldu að það væri bara alls ekki hægt að fara hægt í gegnum einhverjar hreyfingar en henni tókst það. Já, hún er mjög góð í að finna út úr svona hægum aðferðum. Já, og þannig að sjáum við, hún er með hendina í tafnum, sjáum hvort hún getur náða, hún þarf að setja báðar hendur. Já, þannig kemur þetta. Fyrsti toppurinn og mjög flottur, þetta er mjög leið sem hendar henni þannig að hún er mjög glöð að næla þessu inn. Akkurat. Ég myndi segja, ef við ætlum að lýsa hvernig hún klifrar, ég myndi segja þetta stóísk ró. Já, hún er svona skjaldbakan á hérinn, svona skjaldbakan í þeirri sögu. Og það er greinilega virkaði þarna. Já, það, klárlega. Og Sóley heldur áfram að reyna við hoppið þarna í byrjun. Já, svona hopp eru mjög svona tæknileg, finnst mér, af því að þú þarft að sprengja, þú ert svona sprengja þannig að þú þarft að hafa kraftinn. En þú þarft líka að kunna svona lenda á réttum stað, getur ekki bara hoppað upp og vonaði besta. Einmitt, þannig að þetta sé mjög tæknilegt, þá samt tekur þetta líka svolítið orku frá keppendum að reyna aftur og aftur. Einmitt, og þannig að maður þarf svolítið að spara orkuna sína og vita almennilega, svona í svona hreyfingum þá þarf maður kannski ekki að hugsa mest spyrnana upp heldur hvar maður ætlar að lenda. Akkurat, og við sjáum að hún er svona að reyna að grípa í gripið og halla sér til hægri. Einmitt. Af því að gripið er bara í rauninni lárétt, svona næstu aðeins á hvolfi og
Og til þess að ná að halda í það þá þarf líkaminn að vera komið svolítið langt til hægri í þessu aðferð. Alveg 100%. Og við segjum að hún er búin að vera að fara upp með vinstri hendina. Já. Myndið þú prófa að fara upp með vinstri eða hægri hendina? Ég hugsa, mér sýnist þetta að vera að fara upp með eins og hún sé að gera. Okay. Af því að ég held sko að þú færir upp með hægri, hann er svo, fóturinn sem hún er að reyna að hoppa á, hann snýr svo mikið til hægri ef þú fær svona, þú myndir svolítið bara svona renna held ég ef þú ert ekki hallandi til hægri. Já, það var nefnilega áðan í kallaumferðinni að hún var leit örlítið öðruvísi út þegar það var blokkargrip og svona en þá voru keppnir sem náðu að gripa með hægri hendinni og bara lenda vel með fótunum og þeim tókst það en ekki öllum þannig að það voru alveg mismunandi lausnir þarna í kallaumferðinni og þótt að það sé búið að breyta örlítið þá er hreyfingin svo sama það er aðeins búið að breyta gripunum bara. Ég held sem þetta er svona hreyfing sem maður þarf að prófa einu sinni til að finna fyrir hvort er betra að mín svona, þetta er svona, ég er alltaf með svona fyrir sólega, ég er alltaf með svona 2 hugmyndir í hausnum mínum og því maður er ekki svona alveg viss því það er alltaf svona bara hvernig fóturinn snýr eða er á veggnum sem svona breytir tilfinninguna alveg mikið. Akkurat, og núna er Laufey Ásdís komin í leið nr. 1 og hún var önnur inn í úrslitin þannig að við erum alveg að koma með alla keppendur á vegginn og þá sjáum við Hófí bara í leið nr. 2 og spennandi að sjá hvernig hún les hana. Já, og eins og við sáum áðan og þá var Sóley að reyna báðar leiðir svona örlítið dýnamist meira náttúrulega í leið nr. 2 einmitt hvort að Hófí sé að reyna að koma sér hægt í gegnum þetta. Já, mér sýnist hún reynda það var flott svona smá svolítið öðruvísi hvernig hún prófaði þetta hana. Sjáum Laufey ná hana miðjunni hana. Já, örugg. Við sjáum að þetta var einmitt fyrir sáum Hófí fara hana svolítið hægt bara að teygja sig. Þetta var annað tempo en Sóley var að reyna en þetta var samt smá dýnamist. Einmitt. Það var aðeins öðruvísi. Það eru taka 3 mínútur eftir klukkan þannig að Laufey hefur nægan tíma. Já, fínt að eins og hún gerir hana, hún sest svolítið niður og við sjáum hana hvíla svolítið sem er alveg gott. Og Hófí er að reyna að finna út úr að pínu eins og sé föst þarna í horninu. Já, þetta er svona erfið jafnvægistað þarna hjá horninu. Svolítið óþægileg, hefur maður sagt. Já. Svo getum við séð að endurinn verðist vera svolítið dýnamísku líka. Já. Svolítið hopp, þannig að akkurat. Þetta er svolítið svona já. Erfitt að spyrna hana og maður séð að hún er svolítið svona fæturnir eru svolítið svona tegnir í sikkura átt, þannig að það er erfitt að búa til spyrnu. Já. En við sjáum að endagripin séu svona svolítið góð. Þannig að þetta er hvort heldurðu að hún hefur verið að stefna á því að stoppa sig í þessu gripi sem voru að fara í eða reyna að halda áfram svona paddul? Ég er ekki alveg viss sko, en ef ég var í klippuna þá myndi ég reyna að gera svona paddul. Já. En mér sýnist, ég veit ekki alveg, gripið virðist vera svolítið slópi og þannig að Laufey toppnum. Æðislegt, hún ætti að vera glæsa. Hún fagnar þarna, sest niður og maður verður satt með þetta. Já, heldur betur. En eins og við varum að tala það virðist vera svolítið svona kannski smá eins og gæti verið juggari sem er svona gott grip en virðist samt vera frekar slópi sem er svona kúlu, svona maður rennur svolítið af því. Þannig að ég held að það er ekki hægt að stoppa í því. Það er einmitt eitt með grip sko, að þetta, þú æfir í klifurhúsinu og þetta grip er ekki til í klifurhúsinu. Nei, þannig að maður er ekki alveg viss sko. Nei, og það er svona hlutaði líka að æfa sig fyrir bæði mót hérlendis og líka þegar þið eru að fara út að það skiptir miklu máli að þekka þessi grip, vita við hverju maður er að búast sko, hvort maður getur hoppa beint í þetta og þetta sé mjög gott grip eða hvort þetta sé bara lélegt grip og maður getur ekki einu sinni. Þannig að ef Hófí eina mínútu eftir, hún getur hvílað í nokkrar sekúndur en hún hefur samt alveg nægan tíma að reyna að klára sér leið. Gefa sér 30 sek og þá getur hún það alveg. Já, ég held að sé alveg rétt hér. Já, það er bara og líka núna, það leit út fyrir að vera svolítið erfitt fyrir hann að komast í horni og smá stund að finna út úr því. Einmitt. Ég held hún sé bara orðin svolítið þreytt. Já, það er hálf mínútu eftir. Hún tekur á svona, en ef hún fer
Hún getur alveg náð sér núna sko, ef hún ákveður að taka. Það er bara hratt. Það er bara hratt, það er Hún er með rétt. Svo á hún 2 leiðir eftir líka. Já, þarna. 10 sekúndur. Þetta er svolítið stutt tími en... Klukkan. Hún rennur út á tíma. Var alveg nálægt í. En flott tilraun hjá henni. Já, mjög. En það virðist vera bara erfitt að spinna sig úr þessu horfna stöðu. Svolítið erfitt, en... Já. Hanna getum við líka að sé keppanda núna Sóley að fara í 3. leiðina. Akkurat. Og þá er síðasti keppandinn komin inn í leið nr. 1. Það er hún Hrefna Fanney Halldórsdóttir. Já. Litla systir þín. Já, litla systir mín. Þannig að þú ert alls ekki hlutlaus hérna eða eitthvað. Nei. En það eru allar mjög flottar þessar stelpur. Það eru allar mjög flottar og ég hvet þær allar áfram í kannski smá. Með smá bias en allt í lagi. Mér finnst þær allar mjög flottar sko. Þannig að ég held að getur farið bara hvernig sem er sko. Já. Og ég verð að segja sko með Klifur að það er alveg samkeppni. Já, það eru allir vinir. Það eru allir vinir. Og ég vil benda á að hún gerði aðferðina sem ég var að tala hérna áðan, steig upp á hana vinstri byrjunargrippi og fór síðan með fótinn upp hana. Já, og Dagbjört, hún fór í hægri hendina í miðuna. Það eru 2 miðjur komnu núna. Mjög mikið að gerast. Já. Hún er að koma sér fyrir í horninu, Dagbjört. Þetta virðist vera óþægileg staða. Smá vandræðaleg. Já. Og ég held að það sé smá ætlunin hjá liðasmiðum að láta keppnir líða smá vandræðalega. Þetta sé pínu svona óþægilegt. Alveg, mér sýnist það líka. Og þetta er það sem við erum að tala um svona þröngar stöður. Þarna er örugglega ekki þægilegra að vera hávaxnari af því að hún er svolítið þröng þess að þú getur séð að Dagbjört er með fæturnar á byrjunargrippunni í staðan fyrir hinnu. Þarna sem er nær er kannski þægilegra. Akkurat. Já, ok. Ég verð að segja að hún setti ekki fullan kraft í þetta hoppandi. Nei, en þetta gæti alveg virka ef hún myndi setja aðeins meiri kraft í þetta alveg. Já. Sóley heldur áfram að skoða byrjunina. Hún er svolítið svona, maður er ekki alveg viss hvað maður á að vera með. Þetta er með þessi 4 grip, einmitt. Það eru, ég sé alltaf 2 mögulega byrjunarstöður og báðar eru þá löglegar. Einmitt. Af því það er ekkert mest hvað á að vera hendi og hvað á að vera fótur. Já, einmitt. Hrefna alveg að komast hann að vera svolítið að ströggla þarna með þessa hreyfingu. Hún virðist vera svolítið óþægileg, svolítið kramin. Já. Þannig, hún hefur 1,5 eftir, þannig að já, ég held að bæði Dagbjört og Hrefna geti toppað þessar leiðir sem þær eru í. Í sammála. Og þarna, eins og við tölum aðan, Dagbjört reynir að leysa hluti hægt en hún getur líka alveg hoppað. Og þarna sjáum við að þetta grip er ekki alveg eins gott maður er að búast við sko. Nei. Það virkar aðeins betur en það er, held ég. Já. Það er alltaf að halda fast. Já, mjög. Eins og við oft segjum í klifurinu bara að halda fastar sko. Já. Þannig, koma! Við sjáum Sóley vera að reyna, þannig að kemst úr byrjunarstöðunni. Já, komið lengra áfram. Mjög flott. Sáum hann að berjast þarna. Hrefna komin aftur þarna. Og reynir að fara dýnamíst upp í toppinn þarna. Já. Sjáum hvernig hún 30 sekúndar eftir. Já, og nær að halda sig þarna. Glæsilegt. Flott. Það er alveg hægt stoppa hana. Það var greinilega alveg hægt sko. Já, þetta var flott. Já. Mjög vel gert hjá henni. Ég held að þarna það náðum svona að drepa momentumið. Já, einmitt. Ég stökk. Já, það er enn eitt tíma. Mjög vel gert hjá Dagbjörtu. Já, mjög vel gert hjá henni. Rauninni hjá þeim öllum. Öruggum miðja hjá henni en svolítið erfiður toppur sýnist mér. Já. Jæja, og þá eru bara keppendur í leiðum 2 og 3. Já, Laufey og Hófí. Og við sjáum alveg að
leið 3 reynir mjög mikið á styrk í öxlunum. Hún svolítið hún samt mjög tæknileg, maður þarf að beita sig vel svo. Já, við sáum það mikið af hælkróks og tákróks möguleikum að leika sko. Það mjög mikið nefnilega. Já, og leiðin var líka í Kalla áðan sko, og þar voru alveg mismunandi lausnir. Einmitt bæði mjög tæknilega með mikið af tákrókum og hælkrókum, en svo líka bara nota styrkinn sko. Og það var að keppandi svolítið ákveða hvað hentar þeim betur. Já, bara hvort maður betur í tám eða hæl. Já. Sjáum hérna Hófí taka háan hæl. Já, Laufey komin langt áfram. Já. Vel veg. Já. Flott hérna. Ég myndi segja að þetta mjög góð byrjun hjá báðum. Já, ég sammála. Mjög. Og þessi grip eru kannski á mjög yfirhangandi veggarnir, þau virka alveg góð, þannig það er ekki alveg ómögulegt og það er þægilegt að taka hælkróka og tákróka. Akkurat. Sjáum Hófí vera að reyna aftur. Mikilvægt með svona leiðum að gefa þér bara, gefa þeim svona 2-3 tilraunir kannski. Einmitt, ekki margar sko. Við sáum þarna að rann hellinnar úr gripinu sko. Já. Það var ótrúlegt. Laufey, hún komin vel veg og það er aftur sko að koma fætinum upp. Já, þetta verðist mjög óþægilegt. Einmitt. Þessi vinstri fótur þarna. Já, skiptum fót þarna. Sjáum hana, já, vel gert hana. Hún er nálægt þessu. Mjög nálægt. Við sáum þarna með þetta að hún var ekki með hendurnar einu og bara þetta snýst bara að hoppa á fótunum sko. Já, einmitt. En 2 mínútur eftir, þannig að það er nægur tími fyrir það báðar. Sko. Spennandi að sjá. Mér er svo skemmtilegt að sjá svona bráðubanna toppa svona á síðustu sekúnduna. Já. Það er rosalega spennandi sko. Það er það. Því að þá sér maður líka alveg í gegnum þessar 4 mínútur hvernig klifrararnir svona lesa leiðirnar, hvað þeir breyta, hvað svona litla breytingum þeim bæta við. Einmitt framfarirnar sem bætast við þetta. Já, einmitt. Mér finnst það mjög áhugavert að sjá. Því að það er það sem skiptir mestu máli, þú veist, hvað á maður að breyta eftir hverja einustu tilraun og maður gert það rétt og eitthvað. Akkurat. Sjáum Laufey, hún reynir að fara, hún fer hana með fótinn næsta. Hófí nálægt að halda sig, það lítur út frá mikill styrkur sem þarf til að halda þessari stöðu. Já, mér finnst það sko. En hún missir hérna hælinn, það myndi kannski hjálpa hún að halda fæturinn uppi. Já, og það er kannski, þá var ég að hugsa kannski er þægilegra fyrir hann að taka tákrók, kannski er það þægilegra. Gæti verið. Við sáum að Laufey var að hoppa í lokahreyfingunni eða næstsíðustu hreyfinguna og hún var svona smá stíf. Já, hún hoppaði svolítið út í burt líka. Já, hún hoppaði svolítið út. Já, þannig að hún var kannski bara einmitt að finna tilfinninguna. Hvert hún ætlar að hoppa. Já, Dagbjört fór svolítið svona hratt en samt svona hægt, þú veist, hún náði að halda í að stoppa gripinu fyrir toppgripið. Akkurat. Og ég held að það skiptir miklu máli, sko. Einmitt, það er spurning hvort að Laufey finni tilfinninguna fyrir því hvert líkaminn á að fara í hoppinu. Einmitt, og við sjáum hérna, mér sýnist þetta að vera síðustu tilraunin þannig spennandi að sjá. Hún er hérna að stíga beint upp. Sjáum, þetta er spennandi. Já, 5 sekúndur. Koma. Jæja. Það var nálægt því. Nálægt því, við vorum næstu búin að fá hérna best finish. Já. Jæja. En flott framistæða. Já. Og þá fáum við keppanda í 4. leiðina. Þá er Sóley komið þangað, við fáum að sjá hana. Ertu búin að skoða hana? Já, mér sýnist hún vera alveg, hún er kannski ekki mjög erfið en hún er mjög flókin þegar maður hefur svona voljúm af því að þessi svona grip, við kallum þetta svona voljúm. Kassar eiginlega. Já. Það er mjög flókið að grípa á réttum staði þarna. Af því það er ekkert eiginlegt grip. Nei, þú þarft svolítið. Þetta er bara einmitt kassar. Þetta er mjög flókin típa af klifri, þetta er svo mikið svona... Já. Ég sé þetta fyrir mér, þetta er svolítið eins og þegar maður fer út að klifra stundum. Já. Þá er... Sjá hvernig hérna fór þarna dýnamíst upp. Já. Svo eins og ég var að tala líka áðan. Já. Dagbjört líka komin í miðju. Já, Dagbjört er að klifra mjög vel. Heldur betur.
Og Sjáum, spennandi að sjá. Hún er náð þarna. Já, vel svo þarf að ná henni hendinni, þannig að það er staða sem þarf að koma sér í. Já, en ég veit ekki hvort þetta telst sem toppur. Af því að þetta var svolítið... Ok. Ég sé ekki, hún er sest á dýnuna. Ég veit ekki, sko. Nei. En ég sjáum ekki dómarana hérna þar sem við erum, en hún situr á dýnunni, þannig ég gerir ráð fyrir að dómari hafi rétt hendina. En þetta er... Og þetta var stutt. Þetta var svolítið óöruggur toppur á mínum mati, þannig að hún þarf að passa sig á þessu af því að það gæti verið að píla svona hluti, sko. Akkurát. Maður þarf nefnilega að passa sig á að... Og svo við leiðis líka, sko, dómarar eru bara mannlegir og það eru sumir snákar en aðrir, sko. Það er bara... Maður getur ekki alveg séð þetta, sko, alveg ná vel stundum. En já, maður þarf... Koma Hrefna! Hveta hana smá áfram hérna. Já, 2 mínútur eftir. Sóley var búin að vera að prófa fjórðuleiðina aðeins, en hún er núna bara búin að vera að sitja og hugsa, held ég. Já, hún er svolítið flókin, sko. Akkurat, og svo líka þessi kassar, til þess að ná að halda í það þá ertu að treysta algjörlega á viðnámið á þeim, þeir eru svona þessu sandbakis. Og það, sko, ef að skinnið eru þunnt eftir keppnina, þá er orðið erfitt að halda þessi kassar. Einmitt, og líka þannig að Hrefna nær að stikka aftur miðjuna. Já, hún er að koma núna í þessa lokapart. Koma Hrefna! Það verðist vera svo erfitt af því að þær eru allt svo nálægt veggnum og þannig að þær halda sér nálægt veggnum áður en meðan þær eru í hoppinu í staðan fyrir að fara út og inn. Já, akkurat, já. Þannig að þær færist frá veggnum, sko. Já, en heldur það sé ekki erfitt að búa til hreyfingur þar sem fær aðeins frá og aftur inn? Jú, nefnilega. Sem er svona það sem maður reynir svolítið að gera í dýnamísku hreyfingum, fara aðeins frá veggnum og toga sig inn í hreyfingunni. Já, svo maður endar nálægt veggnum, sko. Já. En mínútu eftir á klukkunni. Sjáum hvort hún breyta einhverju núna í þessari tilraun. Bara rólega, koma! Já. Ég er svo stressuð fyrir hana. Ég skil hvernig mömmu líður alltaf þess dana. Já. Jæja. Komin og Sóley að fara af stað líka. Hún færi sig nær hana, hún færi sig ofar, ég veit ekki hvort þú sást það. Já. Flott. Flott í toppu. Þú sástu hvað hún gerði? Hún færði sig alveg svona efst á hana fótagripið hana. Hún stóð ekki á góðum, hún stóð svolítið lélegum part, hún færði sig alveg efst. Já. Og tíminn rennur út. Sóley komst ekki langt í fjórðu en hún virðist vera fyrir erfið. Var það líka ekki í stráka? Það búið að breytast svolítið síðan þá, en hún var líka erfið þá. Já, komst ekkert upp úr byrjunarstæðunum, heyrði ég. Og ég sá nú fingurgómarinn á einhverjum keppendum og það var eiginlega bara komið í gegn, sko, skinnið. Þannig að það er einmitt ef að keppendur eru ekki með nógu gott skinn á fingurgómarinn, þá er það virkilega erfið leið. Já. Og sömuleiðis líka, sko, hún var með teipið eitthvað á úlnliðum og svona volumleiðir eru erfiðar ef þú ert eitthvað með veika úlnliði. Mjög, einmitt. Það er reyna nefnilega því að maður þarf að gera svona eins sem maður kallar svona að pincha, þú veist svona að klípa gripinn alveg. Akkurat. Og það reynir óvenju mikið á úlnliðina, sko. Já, ég veit að hún er búin að vera að kljást við úlnliðsvandamál. Já, hún er alveg búin að lengi nefnilega. En Hófí er komin hérna alveg ákveðlega að stað í fjórðuleiðinni. Og reynir að fara áfram í miðjuna. Já, hún snerti miðjuna en hún var ekki að nota hana. Nei, maður þarf að ná öruggri stöðu og nota miðjuna. Já. En ég held sko með þessa leið að hún er svolítið tricky að maður vill fara nefnilega beint í miðjuna. Einmitt, heldur sér betra að fara aðeins upp. Ég held maður þarf að fara upp fyrst og svo ýta sér í miðjuna. Miðjan er svona, þetta sem miðjugripið, þá er það ekkert endilega að maður á að nota hana í miðjunni á leiðinni. Það getur verið nefnilega svolítið tricky. Akkurát. Já. Og við sjáum Laufey vera mjaka sér hann upp þessa powerleið og rétt svo missir af miðjunni hann. Einmitt, snertir hana en er ekki að grípa í hana og nota hana. Þannig að það er ekki hægt að fá stig fyrir það. Einmitt. Þetta er bara
sjáum að þær hvíla alveg vel fyrir þessu. Já, já. Báðar svolítið svona powerful leiðir. Já, 2,5 mínútur eftir líka, þannig að það nægur tími fyrir þær. Einmitt, nægur tími til að hvíla. Það er fínt að taka alltaf bara, þú veist, max 2-3 góð, sko. Já. Í svona leiðir af því að líka því að þær eru ekki, það er kannski alltaf lagi ef hún er síðasta leiðin. Einmitt. Þá er kannski alltaf lagi að taka fleiri. Það ertu ekki að fara að kljóra neitt. Nei, sólringa kannski. Nei, maður þarf að kunna að spara sig, eins og maður kallar þetta, fyrir leiðirnar sem eiga eftir að koma. Sjáum Laufey berjast, setja fótinn hann niður. Já. Hvíldi svona hálfa mínútu cirka. Já, sem er kannski bara fínt, sko. Já. Fínt að taka halva til eina í hvíld, sko, á milli. Ég myndi ekki fara aftur af stað fyrir en það er bara eins og 40 sekúndur eftir. Já. Taka sér 1 mínútu í hvíld þarna. Það sem er mjög erfitt. Já, Laufey er búin að sest niður líka, þannig ég sýnist hún alltaf að taka sér góða hvíld. Já. Nei, hún er lögst niður, sko. Já, tekur svolítið á. En það er mjög erfitt að vita hvenær og hvernig maður á að hvíla því að, þú veist, að því maður er með tíma og getur gert maður svolítið stressaðan að maður hafi ekki nægan tíma. Akkurat, þetta er taktík. Já. Og svo erum við líka hérna að taka ákvörðina er réttast að hvíla í 30 sekúndur eða mínútu. Einmitt. Og það er bara, einmitt, keppni verða bara að æfa sig í því að meta þar. Einmitt, og við æfum okkur oft í svona tökum eins og við kallum svona mínútumót og alls konar og þá hefur maður einmitt bara 1 mínútu til þess að reyna leið og þá lærir maður mjög mikið á hvernig maður á að spara tíman og hversu mikinn tíma maður hefur. En við sjá, hérna hún... Ófi er að halda á, einmitt, já, hún er hérna, hún er nálægt þessu, sko. Já. Sjá, hún reynir, hvert hún ákveður að fara, það er, já. Spurning hvort að Laufey tekur 1 annað góð. Það er spurning, það er, hvað, 25 sekúndur eftir. Já. Það er ekki langur tími. Nei, það er kannski smá tæft. En hún er ekki farin úr skónum. Nei. En mér sýnist hún samt að ætla bara að hvíla. Já, 15 sekúndur, það lítur að vera. En Hófi hérna reynir síðasta leiðin. Já, enga þappa. Nei, já. En þá er það búna. Nei, fara hérna. Hófi þá búinn með umferðina sína og já. Hún stóð sig alveg mjög vel. Já, veistu, ég er bara ekki með á hreinu hvernig stigin standa. Nei, ekki heldur. Það er búið að vera mikið af miðjum í mismörgum tilraunum og það getur munar rosalega miklu þar, þannig að... Einmitt. Þetta skiptir öllu máli, en við sjáum hérna þá eru engir lengur keppendur í leið 1 og 2 og síðastinn keppendinn hérna, Hrefna er komin í leið 3. Já. Þannig að þetta er bara rétt að vera búið. Já. Spennandi að sjá hvernig Hrefna gerir byrjunarstöðuna núna út frá öllum öðrum og... Ég er líka mjög spennt að sjá Dagbjörtu í fjórðuleiðinni hvaða, hérna, hvort það kom eitthvað klókar lausnir. Já, einmitt, hún er svolítið góð í því, sko. Hrefna er svolítið hérna að lesa byrjunarstöðuna í þessari leið, hún er svolítið tricky, sko. Já, Dagbjörtu eitthvað aðeins að brasa. Þannig að hún tekur mig sjá, ég held að sé að taka buss. Nei, ég held að hún myndi kannski ekki draga fram buss þarna, en... Nei. Næri tíma eftir hana. Koma Hrefna sterk? Já. Hrefna er... Þetta er svolítið á. Já, hún er svona að fara í svona axlarhreyfingu. Já, alveg. Þetta er alveg frekar mikil axlarhreyfing. Akkurat. Svo má heldur ekki gleyma því að þetta eru ungmennaflokkar. Já. Og það er hérna oft bara, hún er á yngra árinu, Dagbjört á því eldra. Já, og það getur munið alveg miklu, sko. Já. Á þessum árum þá er rosalega mismunandi, það er sérstaklega í kallaflokkinum en á styrknum, sko. Já. Af því að maður er svo mismunandi á þessum árum, svona þegar maður er ennþá að þroskast, sko. Akkurat. Það er svona ég er mjög gaman af þessum ungmennaflokkum, en ég myndi segja að þeir segja ekkert endilega til framtíðina. Nei, mjög lítið myndi ég segja, sko. En þeir eru samt skemmtilegir. Þeir eru skemmtilegir nefnilega. Nei, sko maður... En þá 2 mínútur eftir hana. Já.
Ég alveg að svitna hérna, sko. Mér finnst það skemmtilega leið. Já. Eins og ég segi, þessi fjórða leið, hún minnir mig bara á eitthvað útiklífur þar sem að þetta lítur, það ekkert augljóst hvernig á að leysa hana. Nei. Pínu vandræðalegt kannski. Svolítið, já, og svona ekkert gott grip en ýmislegt að nota. Einmitt. Og ég með svona mína hugmyndum hvernig á að klífa þetta og stundum vildi ég gæti bara öskrað og sagt hvernig á að klífa þetta hluti, sko. En það má ekki? Nei, það má ekki nefnilega. Keppendur sérst áður en að það byrjað að klifra hérna, þá fengu þær 8 mínútur til að skoða allar leiðirnar. Það var í fyrsta skipti sem þær sáu leiðirnar. Þær sáu ekki kallana keppa. Nei. Þær voru lokaðar inn í sal, æfingasal, án síma og alls svona efnis, þannig að þær vissu ekkert hvað. Nei, við hvað ætti að búast. Nei, og þær sjá ekkert alla aðra hina klifra, þannig að... Nei, og auðvitað þegar að klifra á veggnum þá eiga þær að fókusa á sitt klifur. Einmitt. Og þú kannski takir þess eftir út undan þér. Já, en þú sér nú ekkert svo mikið flott og þetta alveg rosalega styrkur þannig að... Já. Og Hrafn búin að vera að stækka mjög mikið. Já. Síðast að hún orðin stærri en ég, það svolítið erfitt, sko. Já, en þú sagðir að þú ert hávaxin. Já, ég hávaxin. Hún orðin stærri en þú? Hún stærri en ég, það er svolítið erfitt, fyrir svolítið með ígóið á eldri systirinni, en... Já. Það eru 5 sekúndur eftir, mér finnst það bara að taka fókusinn. Já. Nei, já, voru þannig. Jæja. Þá verðum við bara með keppenda á leið 4. Já. Og hennar er Laufey, nafna mín. Hún er þá bara ein á dýnunni sem getur verið svolítið stressandi en þegar maður er kominn í svona mót og er í miðjum móti þá hættir maður rosalega mikið að pæla. Er það ekki? Og líka með æfingunni eftir því fleiri mót sem þú keppir á? Jó, þú sónar bara út, sko. Maður gleymir það yfirleitt bara stundum, sko. Og það getur verið stressandi að hafa svona streymi og myndalvélar á manni. Já. En ég er nefnilega að vera að segja að ég hef verið að lýsa á einhverjum mótum og fylgst með mjög mikið af mótum alltaf og unnið mörgum. Einmitt. Og við höfum alveg tekið eftir því að það var sérstaklega þegar kom einhver útsending í sjónvarpi. Já. Það tók alveg eftir því að keppendur voru stressaðri. Já, maður sér það alveg, sko. Já. Ég hef alveg upplegað það sjálf, sko. En maður sónar alveg út, maður gleymir því alveg. Já, svo er bara æfingin. Já, það er bara æfingin, sko. Maður bara keppa oftar, þá er maður vanur því, sko. Þannig, já. En hún hérna er að reyna og kemst úr byrjunarstöðinni. Það er grip undir, maður sér það ekki alveg, grip undir kassanum fyrir þumalinn, en það breytir nú ekki miklu, myndi ég segja. Nei. Hún er aðeins að hugsa og eins og þetta er ekki alveg ljóst. Nei, ég er alveg í smá klípu við það að lesa þetta, sko. Já. Þetta er alveg svolítið flókið. En ef ég myndi klifra þetta, myndi ég gera svona, svo myndi ég fara hana undir og ég myndi fara í kassan sem er hana fyrir ofan og taka svona, grípa efst upp á hana horni. Akkurat. Og síðan fara í svona pressu yfir á miðjugripið. Akkurat, þannig að og pressa síðan upp í toppinn. Já, þannig eins og áðan það sáum við að Hófí var að reyna að fara fyrst yfir í miðjuna. Já. En nú myndum við fara frekar fyrst í vinstri kassan. Já, en því maður sér á mynd það er eiginlega ekkert grip, sko. Getur ekki alveg gripið þig. Nei. Ef þú ert að reyna að fara þangað yfir. Akkurat. Þetta er alveg vel tricky, sko. Já, hún grípur í undirgripið og ég held að hún sé að reyna að fara upp þess að þú ert að tala um. Já, gæti verið, mér sýnist það. Þetta var áhugavert að sjá, þetta er nýtt að sjá, þannig að kannski gæti þetta alveg virka. Ég bara hef enga hugmynd, sko. Við erum að horfa á þetta hérna í sjónvarpinu fyrir framvarpinu, það er smá erfitt að sjá. Já, það er smá skuggi hérna. Það er ekki kastra, það er bara loftljósi í salnum. Já, einmitt.
Það er líka grip á byrjunarkassanum, það er líka grip þar. Já. Maður sér það kannski ekki almennilega. Nei, og hvernig myndi segja að það nýtist best þetta grip? Það er þægilegra að svona grípa í byrjunargripi og þægilegra að klípa það, svona pincha það. Er þetta eitthvað sem nýtist til dæmis sem var að setja helgkrökan uppi? Er þetta grip sem nýtist í það? Já, einmitt. Maður getur náð að setja hælinn, hann nær náttúrulega meiri gripi við það. Já, við sjáum hann núna, hún færði hælinn, hún var að reyna að koma hælinn fyrir. Færa hann aðeins ofar, þannig að hann reynir hérna síðustu sekúndurnar. Já, Salarinn hvetur hann áfram. Já. Nei. Þá smá ósátt en samt. Laufey hérna. Hún er samt brosandi eins og alltaf. Hún er brosandi, já. En hún klárar hérna sitt og þá er bara hérna eftir. Akkurat, síðasti klúðurinn. Já. Og hún byrjar bráðið að busta. Það held ég sé alveg góð ákvörðun. Já, ég held það nefnilega. Af því að það þarf svo mikið viðnám í þessi grip. Já, og hún hérna, við sjáum hana að lesa hann smá áður og hún fer af stað og hún fer inn í byrjunarstjórn og sjáum hvernig hún lesir þessi leið með að við hérna, þetta er mjög flókin leið sko, sjá, hún fer hérna beint í undirgripi, sjáum. Þetta er svolítið erfitt og við sjáum hana að horfa á puttunum sína og gefa til skynna að þetta er svolítið vont fyrir puttana, þessi grip eru öll frekar nýleg, þannig að þau áferðin á gripunum er svona sandpapírsleið, þannig að það tekur svolítið á skinni og það getur verið, eða svona húðina á puttunum getur verið svolítið vont. Og hún náttúrulega voru undan úrslitin í gær. Já, gærkvöldi. Gærkvöldi klifraði mikið þá, þannig að núna innan við sólarhring það voru búin að klifra ansi mikið. Já. Og mikið á einmitt nýjum gripum. Einmitt, þannig að það er svolítið, tekur á puttana. Já, ég allavega persónulega er með mjög lélegt skinn, þannig að ég var alltaf erfitt með svona. Ég er hætt mínum keppnisferli í klifri þannig að ég átti mjög erfitt með skinnið sko og það hefur alltaf persónubundið sumir keppnisklifrar sem eru rosalega góðir nefnilega eru með gott skinn. Ég held að sé smá tenging þarna á milli velgengni í keppnisklifri og að vera með gott skinn. Það er náttúrulega að maður er með lélegt skinn þá er bara svo vont að grípa í gripin, maður heldur ekki jafn fast sko. Og sömulegis líka ef að skinnið er slæmt og þú ferð í gegn og byrja að blæða þá þarftu að teipa fingurgómana. Það má ekki, máttu auðvitað ekki láta blóð frá gripin og þá ertu með minna grip eða þú ert með teip á fingurgómunum. Já, það fer líka tími í það. Akkurat. Þegar tímið þú ert að taka tekur alveg smá tíma að teipa puttana og fyrst þú ert að gera svona hratt skilur í miðri umferð þá bara tekur það af tímanum og þú teipar það lélega því að þú ert að gera það svo hratt sko. Þannig að það er með list að teipa vel. Já, það er. Og dómarinn má kalla það niður ef hann sér að þú ert að setja blóð á gripið, þannig að þetta er alveg... Og dómarinn má líka kalla á þig og spyrja að sýna fingurgómana mitt. Einmitt. Og þannig, maður þarf svolítið að passa sig sko. Og sumir er alveg svona klifra samt með blóð á puttunum og reyna að vera... Þanga til að þeir eru kallaðir niður. Já, þetta er svolítið svona risky, smá gambúl hérna. Já. En það er enginn síni sem er byrjað að blæða núna, þannig að þetta er allt... Nei, ekki í þessari umferð. Það er bara, hluti af þessari íþrótt. Já, en við sjáum hérna Hrefnu, hún er ennþá að reyna bara við þess að byrja með heimgjóðun. Hún verðist mjög erfið, sko. Já, mínútu eftir. Já, það er bara... Mikið styrkur sem þarf hérna. Kannski vantar Hrefnu með styrkin. Já, hún er búin að vera, taka rosalega vaxtakipp og við það þá náttúrulega vöðvarnir geta ekki haldið mjög mikið í það og þá stundum missir maður smá styrkin sem missir ekki. Það bara tekur smá tími að venjast í og það er ungi keppendur eiga stundum erfitt með að sætta sig við það að það er bara tímabil sem kemur svona kannski það sem að þeir kannski ná ekki að standa sig eins vel og þeir myndu vilja en svo kemur þetta tilbaka. Það er líka það er gott að bæta við að maður má ekki byrja að æfa puttastyrk fyrir svona 2 árum eftir að maður er búinn að taka vaxtakippa því að annars er bara rosalega mikil hætta að maður
bara meiðir puttana sína. En hérna klárar Hrafna umferðir hérna sína og núna er umferðin bara búin. Já. Búið að svaklega flott umferð og mér sýnist Dagbjörn hafa tekið þetta en ég er ekki alveg viss með restina af sætunum. Nei, ég bara er alls ekki viss hvernig þetta fór og núna taka bara dómarar á móti. Já, þau fara bara að fara yfir og svo þetta ef það eru einhverjar áfreganir þá kemur það, þannig að það getur allt gerst. Einmitt. En við ætlum að ljúka streyminu hér og svo verða niðurstöður birtar. Segi bara takk fyrir okkur. Takk hérlega fyrir áhrifið. Já. Herri, stream.